Já, verið velkomin hér góður áhorfendur á leik Hauka U og Káa. Það vorum við smá tæknilegum vandræðum en erum komin í loftið og náðum þetta byrjuninni. Haukar skora fyrsta mark leiksins. Þetta verður frábær leikur, reiknaði með toppslagur í grill 66-deildinni. Káa á toppnum eins og við vitum með 20 stig, Haukar U í þriðja með 15 og eru búin að vera mjög flott upp á síkastig, búin að vera að vinna stóra sigra undanförnum leikjum. En hérna kemur Áki, missir boltan og hér hlýtur skref dæmt á Aron Gauta, þetta var klaufalegt. Ná fram með þetta. Daði tekið fyrstu tökum á línunni. Óli í gegn, en varði frá honum. Virkilega vel gert hjá Andra Sigmarssoni Skeving sem varði þetta glæsilega. Hérna Jason Guðnason kemst í gegn en Daði brýtur á honum og fær gult spjald. Áfram heldur sókn heimamanna. Flott stemning hjá Káanum í dag. Ungir krakkar hérna mættir að styðja og heyrist vel í þeim. Hvað gera Haukarnir hér? Allt átt á sér línuna, þetta er vítakast. Gunnar Dan Hlinsson sækir þetta vítakast. Gerir það mjög vel. Hér biðja menn frákast. Og glæsilega gert. Frátt mark hjá Halli Kristni. Og staðan er 2-0 fyrir Hauka U. Jæja, þá viljum við fara að sjá eitthvað í sótinni á okkur. Andri Snær, við fyrir ekki Dagur Gautason í gegn og gerir þetta frábærlega. Virkilega vel. Spinnar að boltan inn hérna á honum degi. Og fyrsta mark okkar Káamanna er komið. Dagur búinn að vera yfir kólan í vettur að skora og heldur því áfram hérna með flottu marki. Flott snúningsfinta hérna, en þetta er svo sem bara aukast. Káa heldur áfram að spila framliggjandi vörn sem við gefist vel í vettur, en það stoppar ekki hann Jason Guðnason hérna. Staðan 3-1 eins og við vitum hérna. Æja, Sigþór Gunnar á Sissa. Hvað gerir Sissi? Setur hann á Áki upp og þetta er bara varið, glæsilega varið hjá Andra Sigmarssoni. Ánægður með Heimi Örn Árnason, lætur menn svolítið heyra það hérna. En það er ekki alveg nógu góð byrjun á þessum leik. Hérna færar inn í horninu en Jóhann Kukobat tekur fyrsta skotið í dag. Þetta komum við hratt á þetta, Áki upp. Misjöndu sending og Haukarnir keyra tilbaka á okkur. Einar Pétur komst ekki fram í á Sigþóri Gunnari hérna, aukasta hent.
Já, eins og fyrir leikur þessar liða á Akureyri fór 28-25 fyrir KA og það alveg ljóst að þetta verður mjög erfitt verkefni fyrir okkar menn hér í dag. Hvað gerist hér? Styttist að í höndina, lítið að gerast. Flott skot sem að Jóhann grípur, kemur hann á Óla, hvað gerir Óli? Lína Óla. Hann kom boltan með netið en lína dæmd. Dómarar í dag eru Bjarni Viggósson og Þorleifur Árni Björnsson. En já, eins og ég segi, KA vann fyrir leik þessara liða með 3 mörkum í KA-mælinu og Haukarnir eru í 3. sæti og þetta verður virkilega erfiður leikur. Þó að þeir geti ekki farið upp, þá er þetta lið sem er búin að sýna það að þeir ætla sér stóran hluti og enda á eins ofalega við geta í þessari deild. Missa þetta boltan enda út af. Það gerir Sigþór Gunnar, kemur hann á líðuna Daði. Það var Andri Sigmarsson Skeving heldur áfram að verja eins og berserkur. KA búið skora 1 mark á tæpum 7 mínútum. Það er ekki nógu gott. Akureyri leikur svo gegn Mílunni síðar í dag. Má kannski rækta með að Akureyri taki þann leik. Mílan hefur átt erfitt uppdráttar í vetur. Og það er því alveg ljóst ef við ætlum að halda toppsætinu þá verðum við að vinna þennan leik. Sigþór Gunnar gerir vel þarna og Daði stöðull er hann sterkur drengurinn. Hann tekur Gunnar Dan þarna. Bara frekar auðvitað á línunni. Nú er lítið að gera svo kalla yfir eftir hönd. Höndin komin upp, þá ver Jóhann Kungabart fyrsta vörninni og kemur boltan með leik. Heimir á Sissa. Sissi eftir Heimi. Heimir. Nei, ætla sér ekki að sækja sig í getnanda. Sissi á þetta að sjálfsögðu og glæsilegt mark. Flott mark hjá Sissa. Og staðan orðin 3-2. Sjáðu að Haukarnir ekki núna að skora í rúmba 4 mínútur. Vörnin að koma til og Jóhann Kungabart farin að klukka boltana. Það er nákvæmlega sem við viljum hafa. Daði brýtur af sér hérna, gerir vel. Þórarinn Leví var að koma sér í gegn. Þetta er allt opið á línunni en vippan er framhjá Gunnar Dan í dauðafæri en hitt ekki markið. Þá eigum við möguleika á jafnina leik. Heimir á þetta, gefur sér í gegn og sækir vítakastið. Vel varið hjá Andra Sigmarsson í markinu en Heimir fær vítakastið og Andri Snær fyrirliði kemur inn á til að taka það. Andri að taka sitt fyrsta skot í dag. Búinn að vera frekar öruggur á línunni, vítalínunni þar segir vettur. Og hausar eins og svo oft áður. Og jafnar hér metin. 3-3, 2 mörk á KA í röð og Haukar ekki búinn að skora í 5,5 mínútu. Silji Steppi átna að vera ansi ánægður með þetta vítakast. Brost út í hana. En já, þá koma heimamenn hér í sókn. Þeir þurfa að fara að finna aftur lausnir á vörn okkar KA-manna. Jason á þetta. Klára Hjört. Jason aftur. Daði stoppar hann. Magnað að fylgjast með Daða í vörninni. Fótavinnan og styrkurinn er til fyrirmyndar. Jason kemur hérna. Sigþór Gunnar gerir vel hérna. Stoppa hérna Aron Gauta. Það er lítið að gera sér sókninni á Haukamennuna.
Þeir eru að reyna eins og ég geta en finna engar glufur. Þetta skotið framhjá. Andri Björn. Svo sem gerði ágætlega að koma sér í þetta færi en náði ekki að skora og þá svara menn strax og Sigþór Gunnar Jónsson er að koma okkur yfir 3-4. Þetta er allt annað að sjá til okkar núna síðustu mínútur heldur en upphafsmínútunum. Vörnin er að líta frábærlega út og sóknin er að virka svo sannarlega. Ég segi Haukarnir er ekki búin að skora núna í rúmar 7 mínútur. Það er bara svolítið dýrt, sérstaklega í svona toppslag. Jæja, boltinn kom í hornið. Náðu ekki að opna það samt. Komið skotið, þetta er framhjá. Jóhann kemur hann í leik. Keyrir hratt á þetta, en Haukarnir fljótið tilbaka. Dagur Gauta missir hann. Og Haukarnir fá annars séns á jafnametinn. Þessi Haukarnir að vera að vinna síðustu leiki mjög samfærandi og eru á nokkuð svafa með besta ulið í þessari deild. Það kemur ekkert á óvart að þeir myndu fylgja Akureyri og KA út tímabilið. Þetta er eiginlega það sem ég myndi segja það lið sem að myndi helst geta strítt okkur en geta þó að sjálfsög ekki farið upp enda ulið. Leonard Þorgeir reynir hvað hann getur hérna en Dagur og Daði fasti fyrir aukakasta sjálfsögðu. Höndin er komin upp, hefur að fara að finna færi. Brotið á honum Þórarinn. Hvað gera þeir hér? Þórarinn gerir hann að koma í línuna, gengur ekki, Heimir stelur honum, kemur honum fram á aukakasta. Brotið á Heimi. Og Heimir kemur svo út af og skiptir fyrir Áka Egils Nes eða Otse eins og fær ekkert að vilja kalla hann. Hún er rauninni heitir. Jæja, hvað gerir Sigmar? Sigmar fyrir ekki Áki með þrumu á markið og 3-5. Glæsilegt. Þeir eru fljótar að svara fyrir sig. Og það sýnst að vera Hjörtur Ingi sem skoraði. Já, Haukarnir loksins búin að skora aftur. Kemur Sigþór Gunnar með skot sem að þið varið og þá komaði hratt á okkur. En Sigþór Gunnar gerir vel, lokar á sendingunni í hornið og innkast dæmt. Eins og við erum ennþá að reyna að klára alla uppsendingu hérna á streyminu okkar. Vorum í smá tímaþröng hérna að koma okkur fyrir í Haukaheimilinu. Eða á Ásvöllum. Boltinn niður í horn og þetta er glæsilega varið hjá Jóhann Kúkóbad. Við erum þetta frá Leonard. Hvað gerir Sissi? Sissi á þetta. Kemur hann í hornið. Dagur. Nægir ekki nógu góðu tækja á boltanum og fyrir ekki inn. Sissi kemur hann á Daða sem að kasta sér á hann og setur hann á Heimi. Heimi kemur út og Otse kemur aftur inn á. Jæja, Sigþór Gunnar kemur hérna á þetta. Þetta leit ekki vel út.
og við missum boltan. Þá kemur Haukasóknin af stað. En vá, þetta var virkilega vel gert. Einar Pétur Pétursson tekur virkilega góða snúningsfintu þarna, jafnar metinn og 2 mínútna brottvísun á Daða. Já, aftur orðið jafnt, staðan 5-5 og KA manni færi. Setja samt ekki auka manni sóknina. Jóhann ennþá á vellinum. Gerir hér Áki með skot með varið. Og hvað gerist hér? Jóhann Kukobat sér við Hjerti Inga sem var í dauðafæri. Þetta er ástæðan hverju við fengum Jóhann aftur til landsins. Þvílíkur kýper. En Haukarnir halda sjálfsögðu boltanum. Þetta fór í innkast. Óli gerði vel að sendinguna, styrur þessu. Sýnist Elvar Halldórsson vera farin að hita upp. Gera sér kláran. Fyrir okkur KA-menn. En þá 45 sekúndur eftir að brottvísuninni. Jæja, Sissi, hvað gerir hann? Þessi sending gengur ekki upp og Haukarnir í dauðafæri hérna. Aftur kemur hann og skorar hann. Hjörtur Ingi lærir reynslunni og skorar núna. Setur hann undir Jóhann. Og Haukarnir eru komnir yfir á ný. Þetta er aukast. Nú er þetta snúist við. Núna hefur KA ekki skorað saman tíma og Stefán Árnason hefur fengið nóg og tekur leikli. Já, sveiflukendur leikur til þessa. KA já, byrjaði leikinn kannski ekki alveg nógu vel, kom svo góðu kafli sem lokuðu vel á aukasóknina og refsuðu. Nú er þetta snúist aftur við og Haukarnir komnir yfir. Skoðum aðeins hérna stöðuna í deildinni. Hún er hérna. KA á toppnum með 20 stig. Akureyri með 19 og já, eins og sjáum Haukar með 15 stig. Sjáum hérna. Haukarnir hafa unnið síðustu 4 leiki sinna mjög samfærandi. 8 marka sigur á IBFU, 16 marka sigur á Stjörnunni, 9 marka sigur á Mílunni og í síðustu umferðinni 18 marka sigur á Hvíta Riddaranum. Þetta eru engin lömba leikarsið þá þessi ungir flestir. En þetta er að byrja aftur hérna hjá okkur. Það koma KA-menn. Ekki skora núna í 4,5 mínútu. Daði kemur út, setur hann á Átse og Sissa. Hvað gerir Sissi? Þetta var ekki nógu gott og en sem betur verð fyrir okkur þá klikkaði sendingin fram á Hjört Inga núna og við fáum annan möguleika á jafninda. Búin að vera svolítið tapaða bolta hérna en þá gerum við breyting okkar liði, setjum hérna Einar Birgi á línuna og Heimi á miðjuna. Sissi og Daði fá smá hvíld. Sjáum hvað Heimir hefur að færa í leikstjórnar hlutverkinu. Setur hann á Átse sem að setur hann yfir og hér kemur sendingin fram.
Lína, já, þetta er lína. Gerði virkilega vel að Óli þarna, blokkaði það að Hjörtur Ingi hefði góða sín á bolta og endanum hljópa hann inn í teig og lína dæmd. Stoppum við leikinn hérna. Það er bara einfaldlega að skipta bolta. Það er svolítið síðan þessum reglum var breytt. Það er ekki lengur alltaf að reyna að halda því að menn fái að halda boltanum inni og þurrkan. Það er bara að skipta bolta strax. En áfram með leikinn. 19 mínútur liðnar. Staðan 6-5 fyrir Hauka. Eða ungmennalið Hauka. Jæja. Heimir klippir á Dagur setur að Sissa. Það er Sigþór átna. Heimir reyndar að lemma línuna, gengur ekki. En erum við að missa boltan. Nákvæm skota markið. Og hvað gerist hér? Glæsilega gert hjá Jóhann Kúkabat. Sá við hallið þarna. En Haukar fá boltan sem ég skil ekki alveg hvernig við fengum það út. Nú er Einar Logi farin að hita upp. Einar Logi Friðjónsson og Anders Stefánsson enda líka. Það er bara hálfur bekkurinn að Ká að hita upp. Jæja, Leonard reynir að koma sér í gegn. Sigþór Gunnar fastur fyrir, stoppar hann. Jæja, Leonard kemur aftur á þetta. Setur hann í Hjörtur finnur línuna og þetta er vel gert. Jóhann Freyr skorar. Fyrirgefðu, Jörgen Freyr heitir hann. Staðan árið 7-5. Ká ekki búið að skora hana í rúma 7 mínútur. Haukarnir búin að vinna alla 5 heimaleiki sína í vetur og eru að leiða hennar leik þegar að 1/3 er búið á honum. Há lifnar aftur aðeins yfir stuðningsmönnum Káa sem eru þó nokkrir hérna. Heimir, hvað gerir hann? Brotið á honum. Heimir liggur aðeins eftir, virðist að fengi smá högg en heldur áfram. Það er ansi mikið til að stoppa Heimi. Jæja, klippir þetta fyrir Sigþór Gunnar. Sigþór Gunnar með þrjumu skot beint í markið. Já, þetta var mikilvægt mark. Það fór að bíða svolítið lengi eftir að myndu náttúrulega ná að koma aftur á blað. Hvað gera heimamenn hér? Reyna að finna línuna, gengur ekki og ekkert dæmt. Það voru eitthvað að tala um að það var bakgrindingi þarna. Dómarnir voru ekki sammála því. Hvað gerist hér? Frábær markvarsla. Einar Birgir í flottu færi á línunni en enn er Andri Simonsson að verja. Hann er búinn að verja þó nokkra bolta hér í dag. Jæja, á kemur sátt Haukamanna á stað hérna. Leonard á Hjört. Hvað gerir Hjörtur? Flott skot og þessi steinleikur. Og já, enn halda heimamenn 2 marka forskoti. Þá gerum við breytingu okkar liði. Dagur Guttormsson kemur út af og Anders Snær fyrirliði kemur inn á. Tók eitt víti þarna í byrjunleiks en hefur annars ekki tekið þátt í þessum leik. Heimir á þetta, kemur sér í gegn. Aukakast. Þurfti bara örlítið að vera að koma sér í gegn handan Heimir.
Jæja, þá reynum við aftur, setjum upp á nýtt. Heimir kvartar þetta að boltinn sé blautur. Og fær þá aftur boltan inn sem að við hófum leik með. Það eru öra skiptingar bæða leikmönnum á bolta. Þetta er greinilega allt annað lið. Heimir heldur áfram sáttur núna. Og þá er Einar Logi mættur í hægri skyttuna. Einar Logi kom sterkur inn í síðasta leik móti Mílunni. Og þetta hann finnir sig hér. Sigþór Gunnar með skot í stöngina. Þeir sendi ekki fram. Hallur skorar. Níu 6. Þetta heimamenn er að gera virkilega vel. Þeir standa vörðina og þeir keyra hratt á okkur. Andri Snær, vítakast, hárrétt. Gult spjald á loft. Gult spjald á hann Hall. En jæja. Nú var ég að vikina, jú, misti ég að hvað gerði þarna. Þá var ég aðeins að vinna í tölfræðinni hjá okkur. En áfram með leikinn. Spurning hvað Andri gerir hér. Setur hann í slána. Ekki gegn þetta hjá Andra. Og markaþurð okkar heldur áfram. Þetta er bara einfaldlega allt og lágt markaskor hjá okkur. 6 mörk á 25 mínútum. Hvað gera haukarnir hér? Leonard setur hann á Hjört. Og allt opið á línunni. En Daði nær einhvern veginn nær hann að stoppa hann Jörgen Frey hérna. Ja, Þórarinn setur hann á Leonard og Hjörtur. Lítið að gerast hérna. Takaði leikli heimamenn. Já, 4,5 mínútur eftir þessu fyrri hálfleik, staðan 9-6 fyrir Hauka. Þeir eru að freista þess að ná 4 marka forskoti hérna. Ég verð að viðurkenna, Haukarnir hafa verið að spila bara mjög effektívan bolta. Þeir eru að loka vel á okkur og keyra svo hratt í baki á okkur og þeir eru að vera að fá þó nokkur hraðleiksfæri. Annað en við vantar aðeins meiri hraða í okkar spil. En ég segi K.A. búið að vinna alla 5 heimaleiki sína í vetur eins og Haukarnir, en töpuðu sísta útileik sem var gegn IBFU og við verðum að passa okkur á því að við sem ekki fara að tapa aftur á útivelli. Það er bara efsta liðið í deildinni sem fer beint upp. Og það viljum við að sjálfsögðu að þessi okkar lið er ekki nágrannar okkar í Akureyri sem að reppi það sæti. Næsti leikur í deildinni er einmitt að móti Akureyri í höllinni. Það er 2 mjög mikilvægir leikir í röð hérna hjá okkur í þessari deild. Grill 66 deildinni. Höndri komin upp. Þeir skora. Svo er það Leonard sem skora þetta mark. Fjögurra marka munur. Og við þurfum að fara að finna lausnir og það sem allra fyrst. Munurum alls ekki vera ómikill í hálfleik. Og þarna finnur Einar Logi Friðjónsson leiðina í markið. Fyrsta mark Einars Loga í dag.
gerði þetta virkilega vel. Fór þetta bara á kraftinum og hörkunni. Nú þarf vörnin að fara að smetla aftur. Einar Pétur kemur honum ekki áfram. Óli stilur honum, setur hann Andra á Andri, kemur sér gegn og skorar. Við þurfum fleiri svona mörk. En mjög vel gert. Fyrst til Óla að stila boltanum og svo Andri að koma sér gegn og klára þetta. 10-8, 3 mínútur eftir rúmar, tæpar. Leónar. Hjörtur á þetta. Þórarinn. Allt opið Leónar sem að setur hann yfir en fær vítakastið og gult spjald. Já. Þá tökum við skiptingu. Jóhann Kukubat skiptir og Svavar Ingi kemur markið. Svavar Ingi sló í gegn hjá okkur kámanum þegar hann varði vítið undir lokinu leiksins á móti IBF í fyrsta umferð en hann er ekki að verja hérna. Hallur Kristinn skorar. Þá kemur Svavar aftur út af, skiptir við Jóhann. Eins og segi, ég var til að fá aðeins meira tempo í sóknarleik okkar kámanna. Það er kannski erfitt að biðja það þegar við erum með Einar Loga og Heimi Öll inn á. Bolti fór ekki út af þarna, áfram með leikinn. Einar Logi á þetta. Ekki nógu gott skot, Hjörtur er aleit frammi. Hvað gerir hann? Skorar. Þeir hafa aftun á 4 marka forskoti, heimamenn. Já, staðan ekki alveg nægilega góð hér á Ásvöllum fyrir okkur káamenn. Ungt lið Hauka, bara einfallega mjög vel spilandi og gott lið. Heimir með reynslumark. Það hefur hann gert nokkuð sinni á sínu ferli. Algjörlega frábært fyrir okkur að hafa Heimi í þessu liði. En lítið eftir af þessum fyrri hálfleik og þurfum við að passa að fá ekki ákveðin mark. Leónar setur í stöngina. Hvað? Aukakast dæmt. Nei, að segja að þið farið að vörninni. Haukarnir fá 10 sekúndur til þess að skora lokamark fyrri hálfleiks. Leónar á þetta, setur hann á Þórarinn, aftur Leónar. Aukast og tíminn líður út hérna. Aukast er eftir. Það er Leónar sem að tekur það. Hvað gerir hann? Setur hann yfir og staðan er það í 12-9 hálfleik. Og við tökum okkur þá smá hálfleikspásu hérna í KTV. Og lökum til að sjá okkur hér í síðara hálfleik. Það býður kannski eftir því þegar þú verður konið meistaraflokk að hlaupa hérna fram á þetta og skora og sjá allt húsið trillast þegar þú setur hann í netið. Já, það var nokkuð gaman. Búinn að missa hann inn fyrir. Og Baldur Þorsteinsson skorar! Sá er kaldur! Ég á ekki til orð. Þvílíkt vítakast! Eittingsson. Nei, hann lætur boltann fara og Þorsteinn tilbaka við skot og hann skorar! Þetta var samvinna.
í gegn og skorar! Heimir Arnarsson! Og aftur út og þeir skora KM-in. Það Hafsteinn Jakobsson sem skorar. Vel vandað og færi til Gunnar Már og hann skorar! Og Alfreð í gegn og skorar! Glæsilega gert hjá Alfreð Gíslasyni. Mótið að fyrir vörn. Og Martin Gunnar Þórsson varnar ekki með sendingi fyrir markið og Reykvík var einhver að skora fyrsta markið. Yfir Hansá Filip aftur á Ævar og hann skorar og tryggir KR sigurinn. Það knattspyrnufélag Akureyrar sem bikarmeistari karla í blaki. Og Íslandsbikarinn sem skipar á Akureyri. Það hefði bara Jóhann Gunnar Jóhannsson og hann skorar 24. Og hann skorar með fjórða markið. KR Íslandsmeistari handbolta.
Býður kannski eftir því þegar þú voru konið meistaraflokk að hlaupa hérna fram á aftur, skora og sjá allt húsið trillast þegar þú setur hann í netið? Já, það var nokkuð gaman. Búin að missa þeim fyrir. Já, verið velkomnir aftur á skjáinn, en við skjáinn góður ánendur. Og var þetta kannski vonandi aðeins betri setjanlegur hérna hjá okkur. En ef við því miður þá er tölfræðan ekki alveg rétt hjá mér hérna í grafíkinni, þannig að ég les hana bara upp fyrir ykkur. Í markasvara Káa, Sigþór Gunnar Jónsson 3 mörk, Andri Snær Stefánsson 2 mörk, svo voru Dagur Gautason, Daði Jónsson, Sigþór Árni Heimisson og Einar Logi Friðjónsson með 1 mark hver. Á Haukunum þá er Hjörtur Ingi Halldórsson með 4 mörk, Hallur Kristinn Þorsteinsson með 3, Jason Guðnarsson með 2, svo eru Leonard Jörgen og Einar Pétur með 1 mark hver. Káa byrjar síðari hálfleikinn og freista þess að minnka muninn í 2 mörk. Hér byrjar síðari hálfleikurinn. Dagur komur aftur í hornið. Sigþór Gunnar vinstri skyttu, Sissi á miðjunni. Átsi komur aftur í hægri skyttuna og Óli í hægri horninu. Daði er svo á línunni aftur. Þá hann kannski aðeins byrjar hraða í spilið í kjölfarið. Þetta hlýtur að vera 2 mínútur. Nei. Þetta er guldspjald á Jason. Finnst nú eiginlega á þessum tímapunkti í leiknum er komin í síðari hálfleik að þetta svona brot sé einfallega bara brottvísun.
En hvað veit ég, áfram með þetta. Átse í gegn og skorar. Virkilega vel gert hjá Átse. Staðan 12-10. Nákvæmlega sem þurftum. Nú þurfum við bara að standa vörnina. Dagur fremstur meðal jafninga hérna í 3-1 vörðun okkar. Takaði Kæró. Gerist hér. Hjörtur á þetta. Leonard. Vantar hans meiri ógnurinn í þetta. Hérna kemur hún vantarlega Leonard. Feintar Sigþór Gunnar. Og hér erum við að tala um Brottisson. Sigþór Gunnar. Út af í 5 mínútur. Misti þetta Leonard. Og mér sýnist Leonard þurfa að koma út af í smá stund. Fengið eitthvað högg á mjöðmina sýnist mér. Vonandi það sé ekki alvarlegt. Öflugur og flottur leikmaður hann Leonard. En Aron Gauti kemur inn á hans stað. Það reyna átt á hátnið gengur ekki. Boltinn gengur aftur í hægri vinstri og þetta er í stöngin út. Aron Gauti hvergi banginn við að koma inn á og reyna á þetta. En þetta skot í stöngina út af. Það getum við minkað munin í 1 mark en við erum að sjálfsögðu einum færri. Getum við reynst þrauturinn þyngri að nýta sér það. Nei, að gera sér mat á því, meina ég. Jæja, Átse á þetta, finnur Óla, Óli í gegn og skorar að lína dæmt. Dæma línu. Annað skipti reykti sem að Óli skorar en dæmt lína. Hitt var í hraðalöpi fyrir áleik. Klárar yfir færrin sín. Mjög vel, Óli. Þetta var klaufalegt. Aron Gauti með allt opið fyrir fram að sig en misti einhvern veginn takið að boltanum. Kom þá skota markið stöngina út af. Hálf mínúta eftir af Brottvísunni. Jæja. Förum rólega af stað í þessa sókn. Jæja, kemur Heimir, skiptið við Sissa. Heimir á miðjunni, hvað gerir hann? Það var stoppaður í þetta skipti. Þá fáum við hann Daða inn á fullskipalið. Það var mjög róleg sókn. Átse skorar. Þvílík byrjun á síðarhálfleik hjá Átse Egilsnes. Staðan 12-11 og glæsilegt. Minkað munin strax í 1 mark núna. Mikilvægt einmitt að ná að jafna þetta sem allra fyrst. Eins og ég segi, Akureyri eru mjög líklega að fara að hala 2 stöðum síðar í dag á Selfossi gegn Mílunni. Ef við ætlum að halda toppsætinu þá þurfum við einfaldlega að vinna þennan leik. Jæja, hér kemur skotið og Aron Gauti gerir allt rétt í þetta skiptið og skorar. 13-11. Fyrsta mark Arons Gauta í þessum leik. Jæja, Sigþór Árni, setur hann Átse, varið, boltinn fram, þeir eru ótrúlega góður í þessu haukarnir en Jóma Kúkabátt vel frá hirti, nú þurfum að keyra á þetta, Sissi á þetta, kemur hann á Átse, já. Frábært mark, frábær flétta þarna, fyrst Jóvan verð dauðar herrið frá hirti. Og svo keyrir Sissi á þetta, kemur hann á Átse og Átse skorar. Ég var til í meira svona, meira svolítið sem við keyrum á þá.
Ég ætla að finnst það að við séum þannig að við getum alveg keyrt aðeins upp hraðan. Leita hérna að opnunum, gengur ekki og þessi sendingu beint út af. Innkast og fáum mögulega til að jafna þetta. Átse er á eldi þessa mínúturnar en fær aukastið. Heimi verið að spila töluvert sótt í þessum leik. Hefur aðalega verið í varnarhlutverki í vetur. Sissi, flott finta en Aron Gauti nær að stoppa hann. Svona ennþá að venjast í að sjá Sissa með svona lítið hár. Jæja, Heimir situr hann Átse brotið á honum, vantarlega mjög stutt í höndina. Búið löng sókn og nei, hún kemur ekki upp. Heimir með skot í vörnina og ennþá hraðlaupinn. Hallur skorar. 14-12. Þetta er bara of dýrt. Við erum að missa svo mikið af svona boltum sem við náðum ekki jafnvel skot á markið og þeir bara refsa okkur með bara góðum hraðlaupum. Ekki með Dagur. Nær ekki að skora. Andri Simonsson með flotta vörslu. Sá hefur reynst okkur erfiður á köflum hér í dag. Jæja, hvað gera þær hér? Þórarinn. Vel gett að Daða. Daði stoppar hann Aron Gauta. Jæja, Þórarinn á þetta. Kemur hann áfram. Boltinn. Já, þeir ná hans á hann. Höndur kominu upp. Við verðum að fara að finna skot til. Aron. Brotið á honum. Við höfum alltaf bara að stilla upp hérna. Gera það vantarlega fyrir Aron Gauta. Nei. Jú, hérna kemur það. Dagur brýtur. Nú hljóta sendingar að vera framdannar komnar. Enda sitta þeir núna bara beint upp. Aron Gauti býr sig undan að þrumi svo markið og hann skorar. Aron Gauti kemur Haukomunum aftur í 3 marka forskot. Þetta ætlar að reynast virkilega krefjandi verkefni hér í dag eins og við svo sem vissum fyrirfram. Haukarnir hafa verið mjög sterkir hér á heimavalli. Heimir setur hann á Dag. Nei. Búið að flauta. Steppi kallar á Sissa, komið góð árás, það gengur ekki, enn er hann að verja í markinu, hann Andri Simonsson skefing, hörku sendingi, og hann skorar bara. Hallur Kristinn gerir þetta ótrúlega vel, ég hélt að hann væri búinn að klúra þessu, en Sá gerði þetta vel, stekkur upp úr þröngu færi jafnfætis og já. Fann leiðina fram í Jóhann Kukubat og munur orðin 4 mörk. Rétt rúmar 20 mínútur eftir á þessum leik. Og við erum bara í vandræðum hérna á Ásvöllum. Átse á Dag. Það vantar herslumuninn. Átse með skot í vörnina. Hotkast. Höndin er komin upp. Þurfum að fara að gera eitthvað.
Sissa, Sissi. Innkast, við eigum ekki margar sendingar eftir. Sigþór Gunnar með skot af vörnin sem er varið. Já, eftir fína byrjun á síðari hálfleik þá hefur aðeins verið að dala hjá okkur spilamennskan og Haukarnir eru einfaldlega að koma sér í mjög góða stöðu hérna og geta komið náð 5 marka forskoti ef þeir skora í þessari sókn. Þórarinn með glóruleysa sendingu á línuna. Jóhann Kukubat kemur hún í leik, keyrir rætt á þetta, Sissi setur hann á hornið, Óli fer ekki inn. Dagur nær ekki að fara inn hérna heldur. Haukarnir mega eiga það. Þeir eru að spila flotta vörn og eru að loka vel á okkur en finnst samt að við eigum að geta gert betur. Jæja, Sigþór Gunnar setur hann á Dagur í gegn og það er varið frá honum og fær boltan í sig aftur lína. Andri Sigmarsson, skefing, þvílíkur leikur hjá honum. Hann er að verja mikið af dauðafærum og góðum færum. En mér sýnist að Andri Snær er að gera sér klárinn að koma aftur inn. Jæja, Þórarinn á þetta. Hér er allt opið, en vil geta Daða, hann er að loka þessu. Aron með skot framhjá, en að brotið á honum, Sigþór Gunnar gerir það. Virkilega vel gert við Heimi þarna. Það er smá styrk til þess að halda mönnum svona. En halda Hauka boltanum. Skotið af vörninni og út af. Höndin komin upp. Við setjum sending. Við náðum boltanum. Óli bremsar sig niður, kemur þetta. Sigþór Gunnar, Sissi, Heimir. Aftur að Sissa, hvað gerir hann? Setur hann Heimi, allt upp í horninu, Óli. Nú er varið hjá honum. En heldur hann áfram að verja hann Andri Sigmarsson, skefing. K ekki búið að skora núna í þetta bara 9 mínútur. Það sem við heldur þessum leik en þá opnum er það að Haukar ekki skoraði í síðustu 4. Þetta bara er ekki nógu gott. 12 mörk á 44 mínútum. Leikur gegn IBVU sem að tapaðist í Eyjum. Tapaðist 18-17. Þetta er ekki einstæmið sem að skora svona lítið. En Sigþór Gunnar er boltanum. Brotið á honum að við fáum aukakastið. Þá tekur Stefán Árnason leikhlé. 16-12. Rúmt korter eftir og við þurfum að fara að ná að opna sóknarleikinn betur fyrir okkur. En já, voru mikið fjör hjá KA-TV núna helgina. Það er eins og við vitum stórt mót, stefnumót eins og við kallum það í Boganum sem er sýnt í dag og sýnt í gær líka og svo aftur á sunnudaginn. Svo erum við að sýna hennan leik hérna beint frá Ásvöllum. Þakka Otti Aðgjessinni kærlega fyrir að taka myndastarfið að sér. Fyrir Íslandsmeistari við KA í blaki í 4. flokki 2003 ef maður rétt. Hér í KA-TV eru einungis KA-menn, sjálfur er ég Ágúst Stefánsson
Við erum að stjórna hérna útsendingur og lýsa fyrir ykkur. Ég var að segja að einhverju ennþá með hljóðið á. En Andri Snær kominn inn á. Tekur hornastöðuna. En Dagur fer yfir í hægra hornið. Óli ekki tekist að skora löglegt mark til þessa. Tvö dæmd af honum á þetta línu og svo varði frá honum á hann. Eins og segi, rúmar 9 mínútur frá síðasta marki okkar KM-manna. Þurfum að höggva á þetta sem allra fyrst. Sigþór Gunnar skiptir við Sissa. Sissi kemur hún í hornið. Átse. Sigþór Gunnar, Sissi í hornið, Andri í gegn. Skorar glæsilegt. Þetta nákvæmlega sem við þurfum að gera. Byggjum spil, opna fyrir hornin okkar og klára færin. 3 marka munur. Þetta er svo sannarlega ennþá góður sens á þessu. Jæja. Andri stillir boltanum. Kemur hann á Jóhann og Jóhann á Heimi. Heimir keyrði á þetta drengur, fótur. Ekkert dæmt. Hjörtur í færi. Glæsileg markvarsla hjá Jóhann Kukobat. Þvílík markvarsla, þetta getur verið ótrúlega mikilvægt. Ótrúleg markvarsla eftir að Heimir vildi fá standa fót þarna, fekk ekki en Jóhann Kukobat reddaði okkur þarna og við erum ennþá möguleika að minnka niður í 2 mörk. Þannig að möguleika þurfum að nýta. Sissi, Átse. Hvað gerir Átse? Setur hann Andri á Sigþór Gunnar. Skoti í vörnina og kemur rauðsótt. Einar Pétur. Annar að verja! Jóhann Kukobat. Því líkur maður. Sigþór Gunnar, Andri. Stöngin. Þökks að Jóhann Kukobat, þá er þetta ennþá hörku séns en okkur hefur gengið illa að ná að klára færin okkar. Þetta snúist við nú að Haukarnir ekki skoraði á 7 mínútur. Við þurfum að halda því gangandi. Vonandi að Jóhann haldi áfram að taka þess að mögnuðu boltanum þegar að taka Leonard í dauðafæri og skorar. Það var lítið sem hann gæti gert í þessu hann, Jóhann, og boltinn dæmdur á okkur. Tvígrip á Daða Jónsson. Hárréttur dómur en þetta er ótrúlega dýrt. Jæja, upp með hausinn, áfram með þetta, það er nægur tími eftir. Þá reyna þeir sama trikk á hann, Leonard kemur. Þetta er bara ruðningur held ég. Já, þetta var áhugavert. Liggja Andri svo sem kemur á fætur. Jason liggur ennþá. Mér fannst þetta nú svolítið ruðningslíkt af þessu. Ég er kannski ekki alveg hlutlaus en Stefán Rúnar Árnason kvartar undan þessu. Eru þið að tala um það að þeir þurfa að fara út af Andri og Jason? Það var ekki verið að hlúa að þeim. Þeir missa þá eftir 3 sóknum þeir félagar. Ég held að þyrfti nú að allavega áfram með þetta. Óli kemur þá í vinstra hornið.
Leonard setur hann nær og skorar. Þá er þetta að fara að verða ansi erfitt. 18-13. Sigþór Gunnar stoppaður af Aroni Gauta. Við erum bara eins og að segja, við erum að skora allt of lítið af mörkum. Jæja, fáum svo spilið í þetta, bolta ganga, finnum ykkur færi. Já, nýtum okkur þetta, Leonard náði ekki boltanum. Óli í gegn, lína og varði frá honum. Þriðja línun á Óla í dag. Jæja, Jóhann Einarsson er að hita upp hérna, gerir sig kláran að koma inn á. Ef við ætlum að vinna þennan leik þá þurfum við að bara megur bara ekki að fá okkur annað mark í þessu leik. Markaskorinn það lág. Jæja, hvað gera þið? Þórarinn situr hann á Hjörtur á Aron Gauta. Aron með skot og mark. 19-13, rétt rúmar 10 mínútur eftir. Átse með skot í stöng og hér koma þeir hratt á okkur. Hjörtur. Hann bara skorar. 7 marka forskot Haukamanna, 20-13 og ekki koma neinum á óvart að Stefán Rúnar Árnason tekur sitt síðasta leiklið í dag. Tíu mínútur eftir þessu leik, munurinn 7 mörk. Þetta er ansið, við þurfum að skora 8 mörk og ekki að fá okkur mark og búin að skora aðeins 13 á 50 mínútum tæpum. Já, vonandi að þetta leikli kveiki eitthvað í okkar mönnum því að þó að það sé nú kannski líklegt að við fáum ekki neitt út úr þessum leik, held að við þurfum að vera raunsar á það. Þá þurfum við að halda andliti og að laga stöðuna. Ekki ásættanlegt að tapa svona stórt gegn einu liði í þessari deild, finnst mér. Við erum bara einfaldlega með það flott lið að við eigum að standa í öllum leikjum. En áfram með smjörið. Hvað gerist hér á þessum síðasta kafla, að lokakaflanum? Daði setur hann Átse á Sigþór Gunnar. Flotið á honum. Einar Pétur gerir það. Jæja. Sissi á Átse. Tekið niður. Einar Pétur. Ansi öflugur í vörn heimamanna. Sigþór Gunnar með missetna sendingu. Þetta hlýtur endið marki. Jú, gerir það. Aron Gauti skorar. 21-13. Mikla sveiflur að spila með Káman í svo leik. En heilt yfir hefur þetta verið langt frá því að vera nógu gott. Hér er Átse með skot í vörnina. Eins og segi, Akureyri er að leika gegn Mílunni núna. Hann byrjar kl. 5. Er eitt að fastlega með að Akureyri vinni þann leik. Og farið þá á toppinn með 21 stig. Næsti leikur KA svo eftir þessum er einmitt gegn Akureyri. Það fáum við tækifæri á að ná toppsætinu á ný. Það verður virkilega erfiður leikur en það Akureyri bara með fullu vingur fyrir Haukum. Akureyri er einfaldlega með töluvert sterkara lið.
og við komum sko ekki upp með svona framistöðu í þeim leik, enda hefur það engan veginn verið að komast upp í dag. Höndin uppi, skotið, við fáum boltan, Jóhann setur hann fram að Sitthar Gunnar, hvað gerir hann? Kátt átadrengur, setur hann á Andra, Andri skorar. Jæja, 21-14. Eins og við þurfum að gera meira af þessu, að koma hratt á og finna klöfur. Þá kemur hérna Rándi leikvarinn á Hauka Elías Már Halldórsson. Lék nú með Akureyri á sínum tíma, tók hálft tímabil, áður hann fór aftur yfir tilbaka í Hauka. Gaman að sjá hann hérna á vellinum. Sitthar Gunnar, setur hann á Átse, það var frá honum og boltendar ákur lína á Átse. Eins og sjáum við Haukarnir stiltu upp í mjög öflugt lið hér í dag og þeir hafa einfaldlega verið bara betri aðilinn í dag. En já, nú erum við eiginlega bara að bíða og sjá hversu stór munurinn verður þegar leiknum lýkur. Það er engin spenna við mannað. Brotið á Einari Petri. Elías Már. Höndin er uppi. Vísöndu sending. Aukast dæmt. Höndin er áfram uppi. Boltan stendur á þeim, Andri Bruna fram, fær boltan, ekki, nei. Heimir setur hann að Sitthar Gunnar, sleppur við tígribeðnaðan Heimir. Sitthar Gunnar í gegn og skorar. Þetta má hann alveg gera. Átse kemur út af og Einar Logi kemur inn á hans stað. Sex marka munur, 5,5 eftir, eða 5:20. Hjörtur á Elías, Elías fram á Þórarinn. Þessi endar í netinu. Þórarinn Leví. Já, eins og segi, stór spurningin er bara hversu stór verður munurinn, eða forskotið þegar leiknum lýkur. Sitthar Gunnar með áhugavert skot, gengur ekki. Eins og segi, Haukar eru bara einfaldlega með flott lið, eru í 3. sætinu og færast nær toppbaráttunni með þessum sigri. Þeir farað upp í 17 stig, KA áfram með 20 stig. Akureyri verður væntanlega með 21 stig eftir sinn leik. Haukarnir hafa unnið alla heimaleiki sína í vetur. Jæja. Jóhann Einarsson, hvað gerir hann? Kemur hann heimi, Einar Logi. 2 mínútur á Hall Kristín sýnist mér.
Jæja, nýtum okkur það að vera einu fleiri. Sissi með sendingu hotni Andri. En hann að verja Andri Sigmarsson Skeving. Hotnafærin verði ekkert mikið opnan en þetta. Frábærlega varið hjá honum. Jæja, þá Elías Már mættur í hotnið, þar getur Andra Snæ. Og þetta var mjög áhugaverð frétta, en við nýtum okkur það. Allt opið fyrir Dag í hotninu, Dagur skorar. Dagur í hægra hotninu, gerði vel hérna. 22-16 staðan. Þessi Elías Már Halldórsson gegn Andra Snæ. Þeir voru liðsfélagar hjá Akureyri. Ég var virkilega til að hafa Mike á þeim tveimur. Það er klárlega eitthvað að fara að milli þetta. Já, boltinn dæmdur af Haukunum þarna. Voru mjög lengi ákvæðisdómararnir. Einarlagi, hvað gerir hann? Ok, það fer bara í gegn og skorar. Ég ætla að láta hann heyra fyrir að senda ekki boltan en tók bara yfir þetta fintuna og kláraði þetta. (22:17) Misti ég aðeins af því að klukkan hefur verið stoppuð. Þeir eru aftur í gang hérna. Hjörtur, hvað gerir hann? Það er ekkert að frétta hérna. Takaði leikli. 5 marka munur, tæplega 2 mínútur eftir þessu leik. Þetta hefur verið mikil vonbrigði. Frammistaða okkar liðs í dag því miður, leiðilegt að segja það. En við vissum það að þetta yrði mjög erfitt verkefni og það hefur svo sannarlega reynst okkur erfitt. Já, en eins og ég minni á að næsti leikur er svakalegur Akureyrarslagur, Akureyri KA í höllinni, svo ekki þriðjudaginn 13. febrúar í höllinni. Hvetja sjálfsögðu alla til þess að mæta þann leik. Höndir er komin upp. Jæja. Elías bombar honum af vörninni og Jóhann snertir hann líka. Einar Logi með skot í vörnina. Jæja. Jóhann Einarsson á heimi. Einar Logi. En skýtur Einar Logi og hann skorar núna. Ein mínúta og 15 sekúndur eftir. 4 marka munur. Við tökum hérna maður og mannvörn. Það er stránglega bannað að brjóta í svona vörn. Ef menn losna þá bara losna menn. Jæja. Pétur Heimir reynir að hleypa um gegn, gengur ekki. Einar Pétur, vítakast, þetta má ekki. Vítakast og 2 mínútur á Daða síns mér. Daði Jónsson fá sína aðra brottisun hér í dag og Hallur á vítalínunni. Skorar. Hallur með sitt 7. mark. Veit að stendur 5 mörk hérna en þetta er
hans 7. mark í dag. Sissi keyrir á þetta, brottið á honum. Æja, það vantar okkar síðasta shot í þessum leik. Jóhann setur hann á andra. 30 sekúndur eftir. Æja, Sissi, hvað gerir hann? Setur hann andra, Andri gegn og hann skorar. Andri Snær með sitt 5. mark hér í dag. Þetta er bara samt ekki nógu vel gert hjá okkur að skora 19 mörk hér í dag. Þetta telur ekki af Jóhanni. 24-19 er loka staðan. Haukar einfallega sterkari aðilinn í dag. Átti þetta svo sannarlega skilið. Það þýðir það að við erum að upplifa okkar annað tap í deildinni í vetur. Bæði töppin á útivelli og eru núna síðustu 2 útileikir í röð. Næsti leikur er, eins og ég segi, mótið Akureyri í höllinni á þriðjudaginn 13. febrúar. Hvet alla til þess að mæta þar. Vil þakka Otti Algeirssyni fyrir að vera á myndalinn með mér. Og við þökkum fyrir okkur í dag. Bless, bless.